Heil og sæl. Það svolítið þannig í okkar þjóðfélagi að við kannski gerum meira því að tala unglinga heldur en tala við unglinga. Allavega svona í fjölmiðlum. Við erum alltaf að fjalla unglinga og líðan unglinga á þess að kannski að bara kalla þau að borðinu og spyrja þau, heyrðu, hvernig líður ykkur? Hvernig að vera unglingur árið 2017? Þannig að í þættinu í dag ákvað ég að fá til mín, eða í þáttinn ákvað ég að fá til mér 3 unglinga, 3 10. bekkinga, til þess að ræða við mig þetta æviskeið, að vera unglingur. Og þau eru komin hingað og sitja í sófanum, Haraldur Bolli, Reynir Frans og María. Verið þið velkomin. Takk fyrir. 10. bekkingar á Akureyri. Þið eru fulltrúar ykkar kynslóðar hér í þessu þætti. Ég hef aldrei fengið svona unga viðmælendur. Það er mjög gaman að fá okkur. Að vera unglingur í dag, krakkar, sko þetta hafið þið ekkert viðmið þannig að þið hafið ekki prófað áður að vera unglingar, það segir sig sjálft. En ef þið svona pælið í því, hvernig haldið þið, sko, hver haldið þessi munurinn á því til dæmis að vera 15 ára í dag eða þegar ég var 15 ára og nú er ég fertugt. Hver haldið þið sé svona aðal munurinn á því? Eða haldið þið sé einhver munur á því? Já, bara núna til dæmis samfélagsmiðlarnir og Snapchat og allt þetta og líka unglingadrykkja miklu verri og ég... Hérna þegar ég var unglingur? Já, ætli það sé ekki líka bara betri lífsgæði og svoleiðis. Í dag? Já. Já, það er víst veldig alveg rétt hjá með unglingadrykkju og það er mælanlegt og hún er víst talsvert minni heldur en þegar ég var unglingur, þannig að heimur batnandi fyrir hvað það varðar. En þið eru með samfélagsmiðlana, við höfum það ekki eða mín kynslóð hafði það ekki og þegar við vorum að eignast kærustur eða kærasta þá þurftum maður bara að bíða heima eftir því að heimasíminn hringdi ef maður gat ekki verið stanslaust í sambandi. Hvernig litist ykkur á það bara að spóla tilbaka og hafa þetta þannig? Að væri ekkert internet og ekkert Snapchat og ekkert nema bara heimasíminn? Já, það var ekki gott eins og núna. Það er miklu betra þannig sé að hafa núna Snapchat. GSM-símar sem eru orðnir svona meiri núna en áður. Heimasímar, það er ekki alveg... Það sama? Nei, ég held að lífið svona upp á sambönd að gera sé búin að skána þess núna. Það sé auðveldara að vera í samskiptum. Já, ég get alveg trúa því. Þið náið hvenær sem í ykkar vini og hvernig er þetta eiginlega með þetta Snapchat? Þið notið þetta raun og veru kannski bara meira heldur en að hringja. Eru þið ekki bara alltaf í samskiptum á þessu Snapchat? Já, alveg endalaust samskiptum, sko. Já. Þetta tekur lítið á sig enda, sko. Já. En það er alveg hentugt upp á víst, sko. Já. Ég er alltaf í sambandi við kærasta minn, það er mjög þægilegt, sko. Já, á Snapchat? Já, og ég geti, það væri fyrir skrýta að ímynda sér að geti ekki sagt svona góða nóttu en á hverjustu nóttu og eitthvað svoleiðis. Þið eru þannig í samskiptum bara alveg, þó þið sé ekki að hittast í raunheimi, eins og maður segir, að þá eru þið bara búið að bjóða þig góða nótt á þessu og allt svoleiðis. Já, algjörlega. Haldið tengslunum þannig. Já. Ókei, þetta er merkilegt og þið voru einhvern tíðan að segja mig líka frá því og ykkur fannst ég náttúrulega alveg rosalega fyndin og gamaldags og kannski útskýra fyrir einmitt eldri áhorfendum við það. Hvað er þetta með Snapchat og hvað sögðu þið? Strík, já. Hvað er það? Því að ég stundi tekið eftir því hjá unglingum ykkar aldrei. Það er eitthvað, þeir vilja ekki missa niður daga á Snapchat. Hvað er það? Já, það er sem sagt, þetta er sorgleg stund ef þú missir dagana með manneskjunni. Okay. Þannig séð. Þú færð tímaglass. Já. Ef þú nærð ekki að senda ákveðnu mannesku, þú veist, ef það líður kannski 1-2 dagar, getur komið tímaglass. Okay. Og þú ert kannski búinn að safna með manneskunni 300-400 daga og sendir tilbaka og koma fleiri dagar. Okay. Og það er miklu leiðilegra en maður heldur sko að missa svona ef maður er komið rosa stóra tölu. Okay. Þá er það bara, já. Og þetta er sem sagt mælikvarði á það að maður sé í miklum samskiptum við þessa ákveðnu mannesku. Já. Og maður vill ekki að það detti niður. Já, þetta er svona svolítið eins og ef þú ert í einhverju átaki og þú ert búinn að ná þessu mörgum dögum og svo
svo fellur og þá bara þetta byrjar alltaf á nýtt. Þetta svona svipað. Já, ok, nú skil ég. Ég skil þetta núna. Ég var ekki alveg að skilja þetta en ég mjög fegin að fá þessa útskýringu. Og skil ég líka kannski aðeins betur þetta hvað notið þetta mikið og hvað eruð mikið í þessu. En mér langar að spyrja ykkur meitt. Nú alltaf verið að tala að unglingar og krakkar á Íslandi sé að glíma við mikið við kvíða og það svona birtast reglulega einhverjar greinar það og eitthvað svona. Spurningin í raun og veru þessi, haldið þið að mjög margir krakkar séu bara að glíma við kvíða og það sé kannski aukast eða haldið þið kannski krakkar séu bara opnari með þetta í dag og það sé bara miklu auðveldara að koma fram og tala það hvernig mann líður? Já, alveg örugglega miklu meira bara verið að tala þetta og eitthvað og það líka að koma fram svo miklu fleiri svona greiningar. Já. Það miklu meira það nú til dags, sko. Það verður bara greindur með þunglindi og eitthvað og þá það bara eitthvað. En það alveg miklu meira bara samfélagið miklu opnara nú til dags, sko. Bara varðandi mjög mikið. Og upplifið þið það til dæmis svona bara í ykkar vinahópum að krakkar tali bara frekar opið það ef þeim líður ekki vel eða, og til dæmis eins og bara með kynhneigð, þú veist, tala krakkar opið það, þú veist, hvort eru gagnkynhneigð eða samkynhneigð eða tvíkynhneigð eða eitthvað svoleiðis, það eitthvað sem bara krakkar og ykkar aldrei að tala Já, ég held að það sé miklu opnara í dag. Já. Alveg örugglega miklu meira. Já. Bara, já, held ég bara... Það samþykktara. Já, samþykkara. Miklu meira svona algengara núna held ég. Það ekki mjög erfitt svona fyrir flesta, en jú, það getur alveg komið fyrir. Já. En já, ég held að það sé bara orðið miklu meira. Opnari umræðu það og fólk þarf ekkert að skamma sín. Já. Ég held nefnilega að sé mikið til í því. Ég held að þetta sé líka hluta þessu sé nefnilega það jákvæða að fólk bara, það bara meira krakkar þora frekar að segja það. En hvernig það, sko, að því þið voru að tala það kannski verið meira unglingadrykkja þegar ég var unglingur, það vissulega alveg rétt, þá voru krakkarnir í bæ kraftgölum með Captain Morgan í kók, sko, eitthvað skemmta sig, það var náttúrulega alveg fáránlegt, sko, og enginn græddi á. En á ykkar aldri eru krakkar að svona í kringum ykkur að nota áfengi og reykja eða hvernig finnst ykkur það vera mjög lítið það eða það aukast þegar þið eru komin upp í 10. bekk? Já, ég held það. Búið að aukast rosa mikið núna síðustu ár. Hérna, allavega það sem ég veit. En munur á því að vera í 9. og 10. bekk hvað þetta var? Ég held miklu meira. Bæði bara komið alls staðar all land. Netinu kemur á netinu eitthvað svona myndbönd af einhverjum verið að gera eitthvað og alls konar mál og þetta og hitt og þetta, sko. Þannig að ég... En eru krakkar að reykja? Eru fólk að fara út og reykja sígarettur eða eru allir að veipa sem að gera eitthvað slíkt? Já, ég held að það sé miklu meira að veipa þetta. Það er mjög fáir sem reykja. Ég held að það sé alveg dött þessar sígarettur, sko. Já, ég held að. Veipið betri kostur, held ég. Að svona tvennu illu, já. Ég held það. Við líka samt, við erum svo ung, sko, við vitum ekki alveg. Það auðvitað svo lítið veip, sko, það svo lítið vita þetta. Búið að gera svo fáar rannsóknir yfir tíma. Þannig að við einhvern veginn, okkar kynslóð heldur kannski að þetta sé miklu saklausara. Já, heldur en það kannski og eftir að koma í ljós. Sko. Já. En hvernig upplifið þið að talað sé unglinga þetta? Finnst ykkur við fullorðna fólki hafa allt of miklar áhyggjur af ykkur og einhvern veginn að þið sko halda að þið séu bara í ruglinu og séu bara tölvufíklar og eitthvað svona eða sko hvernig finnst ykkur við fullorðna fólki svona horfa á ykkur og tala ykkur? Já. Það mjög mikið talað að símanum, sko. Já. Það mjög mikið sagt hvað við erum mikið í þessu og eitthvað og það alveg eitthvað til í þessu auðvitað, sko. Já. En síðan tekur maður líka eftir því að við matarborðið foreldrið eða þú ert út að borða og sett fjölskyldu og þá eru foreldrarnir í símanum, sko. Líka, já. Já, þannig að þau eru kannski ekki svo góð, sko, með þetta. Nei, það er ekki endilega bestu fyrirmynduna með þetta og svo eru það alltaf að gagnrýna ykkur kannski. Já, svo líka, við talum mikið að, þú veist, maður allir eru latir og gerir ekki neitt og nann ekki neinu og mér finnst svolítið vera að íkja. Það ekki alveg svona, það til dæmis. Það eru eiginlega bara flestir sem ég þekki eru í vinnu með skóla og það, þú veist, maður heyrir oft já þessi nennir engu og lætur gera allt fyrir sig og eitthvað svona, svolítið svona... Mín kynslóð, vann bara og gerði allt og þessi krakkar eru bara alveg... Já, svona, þú veist, þetta bara leitingar, mér finnst það svona svolítið ýkt en þú veist, þetta af
alveg satt af vissu marki, sko. Alltaf verið að keyra þau allt og þau ganga ekkert og hreyfa sig ekkert. Alltaf að segja svona sögufræði þegar gengi í skólan og lítið þetta hljóma eins og væri bara að ganga í Vatnajökul eða eitthvað. Já, það svolítið til í því. Það svolítið til í því. Að þetta verði ekki alltaf svona þegar maður er orðinn eldri. Þegar þið eru orðin eldri og þið farið að horfa á úlingana þegar þið eru orðin 50 eða eitthvað. Já, maður var alltaf að vinna með skólanum. Fær alltaf að heyra það reglulega frá foreldrum að þegar maður biður að skutla sér, ná í sig eitthvað. Ég labbaði alltaf og ég hjólaði og þetta allt. Maður bara, ok, það er bara miklu, ég held að það sé bara öðruvísi í dag. Já. Fólk að láta skutla sér og sækja sér allt. En frítt í strætó í dag, það er fínt enn á Akureyri. Það er gott að hafa það. Þú ert nú meira þess að reynir, þú ert meira þess að á sjó svona samhliða 10. bekknum, er það ekki? Jú. Ertu að taka nokkra túra á svona? Já, ég tók nú neitt túr daginn. Já, það er alveg magna. 5 daga túr. Já, og bara auglýstir eftir plássi og fékkst og... Já, á Facebook. Já. Þetta er alveg legt. Á svona sjósíðu. Já. Og þú hefur verið að vinna stundum í tískuvöruverslun, skólanum. Já. Og þú ert að vinna í... Þvottahúsi. Og þvottahúsi. Já. Þannig að hérna er ég bara með 3 dugnaða fólka. Já, svo er ég líka í bónus og stundum út í sveit hjá afa og hef líka verið að vaska eins upp á Röbb 23. Ókei. Já, það er aldrei lis. Heyriði, en nú ætla ég að skipta yfir í annan kafla. Þannig er mál með vexti að í vetur byrjum við með nýtt fermingarefni í kirkjunni. Þið eru að vísu fermt og allt það og heyrðu ekki fermingarfræðslunni. En sem sagt, það kom nýtt efni og mér finnst það mjög skemmtilegt og áhugavert efni. Ég er leiðilegt að þið að mista því. og ykkar jafnaldrar. En sem sagt, hluti af þessu efni er að krakkar þurfa að svona velta fyrir sér. Það eru sem sagt, það eru svona bréf sem að berast til hópsins frá jafnöldrum sem er að glíma við bara svona ýmis vandamál og erfiðleika eins og bara þekkjast víða. Og krakkarnir eiga að velta þessu fyrir sér og kannski gefa ákveðin ráð og þetta er svona gefið tilefni til þess að við eigum gott spjall í fermingarfræðslunni lífsgildi, bara siðferði, bara mannleg samskipti og náttúrulega því að ég er prestur og þetta er í kirkjunni að þá erum við að nota sögurnar hans Jesú til þess að hafa svona til grundvallar. En engu síðar þá er þetta bara svona venjuleg, hvað maður að segja, venjulegir hlutir, eða ekki kannski venjulegir, sumir eru náttúrulega kannski mjög alvarlegir og ekki venjulegir en þekkjast sem að krakkarnir eru að fengi til að fást við. Já. Og mig langaði svolítið að prófa að bera svona nokkur atriði undir ykkur. Þá eru því svona ráðgjafahópurinn hérna í þættinum. Já. Og þættinum hafa borist sem sagt bréf og fyrirspurnir frá ráðþrota einstaklingum. Og hér er til dæmis það fyrsta. Ósanngjarnir foreldrar. Kæri ráðgjafahópur. Ég er mjög sár út í foreldra mína því mér finnst þeir gera upp á milli okkar systkinanna. Systir mín fær allt hrósið og alla athyglina. Ég þola hann ekki lengur. Mér finnst þetta algjörlega óþolandi og stundum langar mig til þess hún hverfi svo ég geti fengið þessa athygli. Með vonum góð ráð, reiði úlfaldinn. Þetta er sérst allt undir leyni öfnum. Hvað svona við fyrstu áherslu, nú hafið þið nú ekkert fengið að undirbúa þetta neitt, en svona hvað dettur ykkur hug við þetta er nú eitthvað sem að auðvitað er bara vel þekkt, þetta gerist og krakkar og systkini upplifa þetta. Hvað myndu þið ráðleggja þessum einstaklingi? Sem að er sem finnst að foreldrarnir gera upp á milli systkinanna. Já, það er rosa mikið þetta í dag, svona afbrýðisemi. Já. Auðvitað eiga systkini jafn mikið rétt á svona fá þetta, hrós og svona. Athygli frá foreldrum. Þetta er meira kannski fyrir yngri krakkana í staðinn fyrir eldri. Já, meinar yngri systkini fá oft meira athygli. Já. Og já, ég held að þetta sé bara eitthvað vandamál sem allir geta leyst held ég. Já, og hvernig væri best að leysa þetta eins og fyrir þennan einstakling? Ætti hann að tala þetta við systkini sína eða ætti hann að tala þetta beint við foreldra sína? Já, það er bara að tala við þetta beint við foreldrana, sko. Já. Yfirleitt er það bara að þið taki ekki eftir þessu. Nei, og engir foreldrar eru fullkomnir. Ekkert okkar er fullkomið og við erum aldrei fullkomnir foreldrar, þó við reynum okkar besta. Já. Og það er allt í lagi, maður má alveg tala það við foreldrana ef maður mislíkar eitthvað í þeirra fara, er það ekki? Já, algjörlega. Það þýðir ekkert að
þú veist, maður getur ekki alltaf verið að hrósa sömu manneskjunni. Nei, hrósa jafnt, meinarðu? Já. Þú veist, það er ekki hægt að vera að hrósa alltaf þessu, svo kemur hinn bara, vá, er ég þetta ekki? Já. Bara, jú, auðvitað. Já, þú meinar að vera að passa hrósa jafnt. Já, passa hrósa jafnt, sko. Já. En auðvitað, þú veist, þú verður bara að taka því ef það er verið að hrósa einhvern öðrum. Maður á að gera það. Já, þannig að foreldrar eiga að passa náttúrulega hrósa frekar jafnt, en svo verður maður líka að læra sem systkini að samgleiða systkinu sínu þegar þeim er hrósað. Ok, flott við ykkur. Fermingagjafir, kæri ráðgjafahópur, ég var 14 ára og var að fermast. Mér finnst eins og allir hafi fengið miklu meiri peninga en ég í fermingagjöf. Ég verð að viðurkenna að mér finnst þetta ósanngjarnt. Hvað get ég gert til þess að sætta mig við þetta? Með vonum góð ráð. Þegar þið femdust, var það svolítið talað um þetta? Var verið að bera það saman hver fekk mesta peningi? Já, algjörlega. Sko. Já, það er svolítið svona. Skiljiði eitthvað hvað þessi er að tala um og svona? Þannig kemur kannski til dæmis í ljós afbrýðisemi. Já, en síðan er það bara að vera þakklátur fyrir þetta. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg einhver upphaf sem þú hefur fengið, sko, frá ættingjum og vinum og það er bara... Og allir verið að gefa þér á gleði og kærleika. Maður á að vera þakklátur fyrir það. En haldið þetta sé stundum að krakkarnir að bera sér saman um hver við fengið hversu mikið og þeim finnst kannski að býttu, fengu allir svona mikið og ég svona, og finnst það eitthvað svona niðurlægjandi að hafa fengið svona lága upphæð í samanburðinu. Já, ég held að þetta sé svona, þú veist, það er svona að fá svona flestir eitthvað þetta x á upp og þessi hefur kannski fengið larri að ég held sé svona að vera með. Já, vera að fylgja hópnum. En er þá ekki mikilvægt að segja eins og við þennan einstakling sko að það hvað maður fær í gjafir segir ekkert til um það hvað þú ert frábær persónuleiki og merkilegum persóna. Hvernig manneskja ert, þú ert ekkert verri manneskja þú fóðir minni peninga en vini. Þú ert bara, það er bara langt frá að vera... Já, það er ekki mælikvarði. Nei, en sumir kannski halda það. Já. Og þar kemur upp kannski einhver kvíði og sért ekki hluta þessum hóp. Já. Ert eitthvað minni persóna heldur en einhver annar. Já. En það er algjörlega ekki þannig og fólk þarf, eða krakkar í dag þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að þeir séu verri manneskjur. Það er bara Þetta segir þið sem að femdust fyrir 2 árum, þannig að ég held sé ágætt að fermingarkrakkar sem að fermast núna í vor heyri þetta sem þið eru að segja. Þetta er ekki mælikvarði á manneskjuna og hvað hún fær og hversu margir mæta í veisluna og hvernig veislan er og hvað þú færið fermingargjafir. Það hefur ekkert að segja um því sem mannesku. Svo er hérna eitt. Ég er kannski hrifin af öðrum strák. Kæri ráðgjafahópur. Ég er búin að vera með strák í 3 mánuði. Mér þykir mjög vænt um hann, en ég er ekkert viss ég sé hrifin á honum lengur. Ég hitti annan strák um daginn sem ég er mikið hrifnar af. Nú veit ég ekki hvað ég á að gera. Bestu kveður. Brúm. Sko, þetta gæti verið það að þetta er bara eitthvað nýr aðili í lífinu hennar. Það er, með honum koma kannski bara svona spurningar og pælingar og byrju, hei, hver er þetta? Já, eitthvað spennandi. Já, eitthvað nýtt og spennandi, sko. Já. En það er auðvitað að bara svona að fatta hvað maður hefur. Já. Og kannski er þetta bara pínu svona bull í manni. Já. Að það getur verið alltaf þannig í lífinu, maður á kærasta eða kærustu eða eitthvað, en maður getur alveg séð fullt af einhverju nýju fólki sem að maður svona, hei, vá, þú veist þessi sætur eða sæt og skemmtilega, en það, þá þarf maður að hugsa, en ég á dásamlega mannesku í mínu lífi og maður bara skiptir ekki fólki út af því það eru tilfinningar á milli og það er traust. Tilfinningar sem skipta máli í svona sambandi. Já. Getur verið hrifin öðrum, en þú er áttað líka á því að þú átt mannesku sem þú ert hrifin af. Já. Og ert með tilfinningar fyrir. Já. Og þú veist, ef það breytist eitthvað, þá verður þú bara, þú veist, gera þetta svona heiðarlega og gera þetta bara ekki vera með eitthvað svona leiðindi. Nei. Ég myndi svo að segja, bara gera þetta heiðarlega, segja manneskjunni bara svona alveg hvernig henni líður eða honum. Já. Af því að það er greiðlega mikilvægt í svona sambandi ef þetta kemur upp. Já. Þetta er ekki mjög skemmtilegt kannski. Nei. Að vera kannski hrifin af einhverju annarri mannesku þegar út með einhverjum öðrum. Nei. Það er ekki mjög þægilegt kannski held ég. Nei. En já, einmitt eins og þú segir, það er bara mikilvægt að vera heiðarlegur í svona. Já. Og átta sig á því að það grasið er ekki alltaf grænna hinum megin og maður þarf að rækta það sem maður á sjálfur. Já. Segja bara algjörlega hvernig þið líður. Já. Gera bara... Af því það auðvitað getur komið fyrir alla að verða einhvern tíðan skotnir í einhverjum öðrum heldur en kærastanum eða kærustunni. Nákvæmlega. En maður átta sig á því hvað skuldbindingar maður hefur og hvað ábyrgð maður hefur gagnvart fólki. Að maður má ekki alltaf vera að særa fólk. Nákvæmlega. Já, það er rétt. Flott hjá ykkur. Svo er hérna eitt kynferðislegt ofbeldi
sem því miður allt of algengt. Ég varð fyrir kynferðislegu ofbeldi, eða kæri ráðgjafahópur, ég varð fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þegar ég hugsa tilbaka finnst mér eins og ég átt að bregðast einhvern veginn öðruvísi við. Ég þori ekki að segja frá þessu því þetta var náinn ættingi og ég óttast að allt fari á annan endan í fjölskyldunni ef ég segi frá. Hvað get ég gert með vonum hjálp? Bara segja frá, númer 1, 2, 3 og líka bara ef þú átt einhvern góðan vin eða einhvern sem þú treystir bara að tala þetta og segja hvernig þið finnst og bara hvernig þið líður og bara fá hjálp. Það sé mjög mikilvægt. Hefur sá sem að verður fyrir þessu, ber hann einhverja ábyrgð? Nei, það alltaf, ef þetta heitir kynferðislegt ofbeldi, þá það alltaf gerandanum að kenna. Maður þolandinn á í rauninni að hugsa þannig. Sérstaklega ef þetta einhver svona ættingi. Nákvæmlega. Það var bara alveg ómögulegt að vera að sjá aðilann bara í matarboðum og afmælum og alls það, sko. Og kemur alltaf upp þessi vonda tilfinning. Þannig maður sem gerði þetta við mig. Eða konan eða eitthvað hvað sem það er. Og þú ert ekki að eyðileggja líf einstaklingsins því það var hann sem bara ábyrgð á því að misbjóða þér og beita þig ofbeldi. Það bara, maður verður eins og Reynir segir, maður var bara að segja frá og það bara greiðlega mikil, þá kemur svona tilfinning sem verður hans betri. Maður líður miklu betur ef maður segir frá, þó maður finna það kannski á manni að hinn aðilinn sem gerði þetta, það kannski eitthvað reiður eða eitthvað, þá verður maður bara að taka því, það er ekki þetta að breyta. Og líka það að, þú veist, bara að því að ef maður segir ekki frá, þá fer maður kannski ímynda sér alls konar, maður fer ímynda sér að maður hafi borið ykkur ábyrgð á þessu eða bara hafi gert eitthvað til þess að þetta væri gert við mann og eitthvað svona. Þannig að það skiptir máli að bíða ekki með það. Já, ég held að það sé rosa góð punktur að þú haldir með tímanum að þú hafir eitthvað átt í þessu. Já, það getur gerst. Í staðinn fyrir þú sést búin að segja og veist og veit fjölskyldan eða vinurinn eða eitthvað þessa sögu sem þetta atvik gerðist. Já, það er rétt. Ég held að þetta, mjög góð punktur. Ég allavega ég er með eitt hérna líka. Sorgmætur vinur. Kæri ráðgjafahópur, skólabróðir minn missti pabba sinn daginn. Venjulega tölum við mikið saman en núna veit ég ekkert hvað ég á að segja honum. Segja við hann. Ég vorkenni honum en mér finnst eins og ég kunni ekki að umgangast hann af því hann er að gangi gegnum svona erfiða sorg. Hvað í veröldin á ég að gera? Með vonum hjálp. Sunni. Hvað myndi þið ráðleggja þessum einstaklingi sem er stressaður að mæta vini sínu sem var að missa pabba sinn? Það er bara að mæta honum. Já. Það er bara eiginlega sem það þarf að gera, sko. Manneskjan þarf að fá einhvern kærleika og það er auðvitað númer 1, 2, 3 sem aðilinn þarf að finna núna þegar eitthvað svona stórt er farið úr lífinu hans. Þannig að þá er það bara að vera til staðar og tala bara við manneskjuna. Vera til staðar. Bara, Það er gríðarlega mikilvægt. Og er það þannig til dæmis ef það væri jafnaldri ykkar, segjum að einhver vinur eða vinkona ykkar myndi lenda í þessum aðstæðum, eigið þið þá að koma í heimsókn og halda lærðan fyrirlestur sorg og sorgarviðbrögð eða eigið þið bara að koma og vera þið? Koma og vera bara þið sjálf og gera þetta... Gera það sem þið vön að gera með viðkomandi? Já, bara eftir að breyta einhver þó svona rosalega alvarlegt og stórt gerðist. Já, spila bara tölvuleikinn eins og þið eru vön að gera og... Bara, þá hugsar hann, hann er bara jafn góð vinur minn. Þó að þetta gerðist. Og maður á bara að koma almennilega fram við þann sem gerði þetta, sem hefur upplifað þetta, segi ég. Þannig að, það er greiðlega mikilvægt. Er það ekki? Þarf maður ekki að kunna að hlusta og þora að hlusta á það, þó að hann sé að tala um eitthvað sem manni finnst rosalega sorglegt og rosalega erfitt og maður svona finnst pínu og erfitt að hlusta á eitthvað sem maður kannski hræddur að lendi í sjálfur, að missa foreldri, en á verður maður ekki verið hugrakkur og þora að hlusta því að maður þarf á því að halda þegar maður mist ástvin. Algjörlega, hárrétt. Og einstemmigt líka, bara vera venjuleg, koma til þess að horfa saman á bíómynd eða spila tölvuleik, eða gera það sem maður vanur að gera, maður þarf að hafa... Eins og gerðir áður en þetta gerðist. Maður á bara að vera maður sjálfur eins og segir. Það er bara... Já, nákvæmlega. Því allt annað breytist. Já, nákvæmlega. Maður á ekki að vera að breyta hvernig maður er sjálfur, maður á bara að lifa eins og maður er, þó að náttúrulega maður finnur til með manneskjunni. Já, það er árið. Ég ætla að taka eitt hérna viðbót. Vinur sem reykir gras, kæri ráðgjafahópur. Vinur minn fann að reykja gras. Hann er byrjaður að hanga með krökkum sem eru mikið eldri en við og mér líst ekkert á þetta. Hann lýgur að foreldrum sínum að hann sé hjá mér þegar hann er í rauninni einhvers staðar annar staðar.
Mér langar mest af öllu að tala við foreldra hans, en þá finnst mér eins og ég sé að svíkja hann. Hvað á ég að gera? Ég held að það sé bara best að reyna að tala við hann og koma viti í hausinn á honum og ef ekki gengur þá bara tala við foreldrana. Bara því að þetta er bara hræðilegt. Myndu þið gera það þó þið verið hrædd að vinurinn myndi kannski vera reiður við ykkur og hætta jafnvel að vera vinur ykkur? Algjörlega. Þetta stefnir ekki inn að bjarta framtíð, sko. Jafnvel þá maður myndi missa vininn. Þá ertu búin að bjarga þeirri manneskju. Hugsanlega. Þú vilt ekki að vinurinn sé í þessu. Nei. Þetta mun ekki koma betur fyrir í framtíðinni. Nei. Vera að gera svona rugl. Já. Af því að þú átt ekki eftir að græða þessu, það er enginn sem gerir það. Þó að þú kannski breytist eitthvað, verðir eitthvað, veit ekki hvað. Já. Þá áttu eftir að hugsa alltaf tilbaka, hvað var ég að gera? Já, þetta áttur að gera lífið. Þú sleppti þessu ekki bara. Já. Eru krakkar á ykkar aldrei að reykja gras? Nei, ég veit ekki neitt. Ég hef bara heyrt fá. Ég er ekki viss ég held að byrja mest svona yfir 19 ára, 20, eitthvað þannig yfir. Ég held samt að það er rosa lítið það eitthvað svona hjá ungum, en miklu meira kannski hjá eldri. En þetta kemur ekki vel fyrir manneskjuna í framtíðinni. Þið eruð, það er spurning hvort ég geri kannski bara þáttaröð með ykkur sem ráðgjöf. Því ég fái bara að láta leyfi fólki bara að skrifa inn í þáttinn og þið getið verið með sambandsráðgjöf og alls konar ráðgjöf fyrir mig. Og það er sem ég segi, við erum alltaf sjaldan að tala við ykkur úlingana, við erum alltaf mikið að tala ykkur og svo bara mætið þið hérna á svæðið og eru bara algjörir snillingar. Við höfum enga rödd þannig séð, sko. Þið hafið enga rödd þannig séð? Nei. Það er satt, það er góð punktur. Þetta eru góð lokaorð og gefum ykkur rödd. Halli Bolli, Reynir Frans, María, takk fyrir komuna og gangi ykkur vel í lífinu. Takk sem leiðis. Og við kveðjum hérna í dag, þökkum fyrir samfylgdina og sjáumst aftur í næstu viku.